Hérna erum við komið alveg meira átt á flottan bíl. Það nú það kvarta svolítið yfir því að við okkur finnist allir bílar flottir, en það nú bara reyndin að bílaumboðin að flytja inn ansi flotta bíla hingað til lands. Enda erum við Íslendingar mjög kröfuharðir á bíla, þannig að við erum bara að fá flottar típur og flottar gerðir til sölu hér hjá bílaumboðinum. Þessi bíl heitir BYD. BYD stendur fyrir Build Your Dreams. Þessi bílar eru til sölu hjá Watt í Skeifunni, sem fyrirtæki sem á sama stað og Suzuki bílar. Og þessi bíl hérna, hann heitir Seal U. Hann kemur virkilega óvart. Þessi bíl 218 hestöfl og hann með 360 í togi, sem gerir hann afar ljúfan í akstri. Hann lipur og skemmtilegur í akstri þessi bíl. Rafhlaðan í þessum bíl, hún 87 kW og hún getur tekið inn á sig 11 kW í heimahleðslu. Í hraðhleðslu þá þessi bíl að taka 140 kW og það gerir cirka 45 mínútur fyrir svona 10–80% hleðslu. En flestir, eins og við höfum oft komið inn á, að hlaða annarkvort í vinnunni hjá sér eða heima yfir nóttina, og þá 11 kWh hleðslugátt mjög þægilega að tillitinu til að hún gerir þetta á einhverjum 4 tímum að fylla hann. Þannig að við þurfum engar áhyggjur að hafa því að vera straumlaus yfir daginn. Það kannski aðeins öðruvísi þegar út að ferðast á bílnum. Þá þarf þetta skipuleggja það aðeins betur, sérstaklega því að við erum ekki með neitt ofgnótt hleðslustöðva í kringu landið. En það allt í lagi. Í þessum bíl hægt að kvarða leiðina með því að slá hann inn í Google Maps eða inn í leiðakerfi hérna. Við getum notað Google Maps í gegnum Android Auto eða Apple CarPlay og þá koma upp hleðslustöðvarnar sem að þú getur hlaðið á eða kynntir það á þú ferð af stað. Að sjálfsögðu rafdrifin afturhlera á honum og hér komum við í virkilega vandað stöf. Hérna erum við með 552 lítra í geymslurými. Hérna eitthvað undir, hérna heldur betur eitthvað svona hjólbarða viðgerðarsett og þríhyrningur og svona gult vesti til þess að, og kapall hérna til þess að hleðslukapall. Sýnist þér að subwoofer hér. Og hérna erum við með, nei, þetta ekkert, en þú veist, efnið hérna, sjáu þið, efnisvalið í þessu. Þetta allt svo cool. Hérna getur maður geymt kannski léttan jakka eða eitthvað svoleiðis. Og svo náttúrulega mjög gott að draga þetta fyrir þegar maður einhvers staðar á bílastæði og vill ekki láta sjá það sem í skottinu, það bara öryggisatriði. Þetta alveg meira þetta flott. Rosa gott pláss hérna. Sætið í þeirri stöðu sem það var í þegar ég var að aka bílnum hingað, þannig að það frekar aftarlega. Og ég 1,87 og ég með langar fætur og það þýðir að í mörgum bílum og þá hef ég ekki nógu mikið fótapláss hérna. Ég rek fæturnar í hérna bökin og ekki nóg með það, þú getur stungið fótunum hérna vel undir sætin og það þýðir að maður hérna nánast í 90 gráðum. Þannig að sætin eru frekar há í þessum bíl hérna aftur í og mjög gott að sitja hérna. Það bara mjög þægileg aftursætin. Ég ekki að segja að þau haldi eitthvað sérstaklega við eins og í sumum nýjustu bílunum í dag. En þetta alveg prýðilega góð sæti. Hönnunum á þessu alveg sérstaklega falleg. Þeir að vanda sig virkilega hjá BYD í hönnun. Þetta eru rosalega flottar innréttingar í þessum bílum. Og hérna til dæmis þessi hefðbundni armbúði hérna
maður getur sitið afslappað hérna. Það alveg örugglega í fínu lagi. Þið sjáu það, ég get alveg sitið hérna í miðjunni á þess að finna neitt fyrir því. Þetta rosalega fínt pláss hérna líka. Ég ekki að segja að það sé ákjósalegt en að sitja hérna, en hérna ef maður væri að rífast plássið þá myndi ég frekar vilja sitja hér eða hér. Nú, ef við fellum niður sætin í þessum bíl hérna, þá vorum við að tala 1440 lítra eitthvað svoleiðis í heildina. 552 í skottinu og svo þegar við föllum niður sætin hérna, þá vorum við að tala 1440 lítra. Og það sem er eftirtektarvert hérna, eins og ég var að segja með fráganginu öllu, hérna er svartur toppur, það er sólúa hérna sem er opnaleg og þetta draga fyrir líka svona sem sagt skyggingu, þannig að það er þetta lokinni og hérna eru síðan hátalarar með hljómi frá græjum sem heita Infinity og það eru mjög góð hljómtæki í þessum bíl. Sem sagt ég get ekki annað en hrósa þessum bíl í hástert bæði fyrir það að vera hagnýtur, hann er rúmgóður og gríðarlega fallegur. Það er rosalega gott að keyra hana bíl. Ég lýg engu til það. Hann er léttur og stýrið á honum er ákaflega þægilegt og finnur alveg leið og stýrinu að það tekur við að nákvæmt. Og svo horfir maður hérna á flott mælaborð, digital mælaborð sem að minnir helst á Audi. Nú skjárin hérna risastór með alveg kýrskýrum myndum úr Google Maps. Hann er skemmtilega brotinn upp og svo er líka hægt að hafa skjáinn, það er hægt að snúa honum. Við ætlum aðeins að prófa hérna búnaðinn eins og til dæmis akreiningarstýringuna og skinnvædda hraðastillinn. Hérna sjáum við skjáinn snúast, hann getur verið líka í portrait. Og hérna erum við búin að kveikja á hérna akreiningarstýringunni. Við sjáum að hann er að stýra sjálfur í smá tíma áður en hann slærði út því að hann vil náttúrulega ekki gera þetta alveg fyrir mig, já, komið núna. Og það er bara einn takki sem kveikir á skinnvædda hraðastillinum og öllu klappinu, þannig að það er nú ekki flókið. Sem sagt stillan hér á 95, ég vona að þeir verði ekki svektur út hjá löggunni fyrir það. Það eina sem er að hann missir stundum út stýringuna vegna þess að það er ekki línumerktar götur hérna. Það eru illa merktar. Þú getur verið með hann í snjó, sport, normal og ég ætla að setja hann í sportið hérna. Þá slekkur hann reyndar á skinnvædda en ég kveiki á hann aftur núna og setja hann í 100 og alltaf ef þú ýtir fast á takkan þá fer hann 5 upp. Ef þú smellir svona bara nokkru sinnum þá tekur hann aðeins minna í einu, 1 kílómetri í einu. Og svo snýr maður bara hérna í stýrinu, ýtir maður á hnapp sem að stýrir því hvernig stjárinn liggur. Og svo er hægt að kveikja á til dæmis myndavélunum hérna frá úr stýrinu. Og hérna sjáum við hérna getum við séð mismunandi sjónarhorn á bílinn þegar við erum að aka. Þetta er náttúrulega alveg fáránlega flottur fítus. Virkilega flott. Og myndavélarnar í þessum bíl eru með því betra sem við höfum séð hingað til. Og yfirleitt á kínversku bílunum þá hafa þeir verið að gera mjög góða hluti þar. Ég ætla aðeins að fá að stilla hitann hérna. Hérna kemur bara svona borði hérna upp og ég vil fara með hann niður í
í 18 og þá ég get líka farið hérna út úr þessu aftur, ég get farið inn í hitastýringuna hérna og ég ætla að fá upp miðstöðvar, já, hérna sjáum við flowið á hitanum eða kuldanum eða kælingunni og hérna getum við bara breytt því ef við viljum. Þá sjáum við það hér. Hérna er bara rúðuna, hérna er beint fram og hérna niður. Hækkað hér svona. Þetta er allt mjög auðvelt. Og hérna getum við stillt á lofthreinsun og þetta er búnaður sem er í bílnum líka sem getur fríska loftið í bílnum og þetta er virkilega öflug tækni sem hér er í boði frá BYD. Það er bæði hiti og kæling í sætum. Hérna er stýrisitinn og það er náttúrulega hægt að stilla hann líka í mælaborðinu hérna neðar þannig að við þurfum ekki að fara inn í þetta. Og hérna er loftræsting í sætunum eða kæling. Ég er að kveikja á því núna hjá mér.